Já, við ætlum að núna flytja ykkur nokkur lög. Við erum komin alltaf eftir áætlun, þannig að við ætlum að lengja aðeins prógrammið hjá okkur. Það nú þannig að já, það er hægt að endurnýta hluti með margvíslegum hætti. Vandamálið í sambandi við það að endurnýta tónlist er það að maður fær ekki stefgjöld þegar maður notar lög sem aðrir hafa samið. En það er hægt að finna leið fram hjá því og ég er nú ekki að hvetja menn til þess að leita gloppum í kerfinu til að komast fram hjá hlutunum en vissulega reynir maður að nota sér það og ein aðferð er að semja lög sem er eiginlega alveg eins og lög sem hafi verið samin áður. Það þarf ekki mikið til. Og já, og við ætlum að flytja ykkur svona dæmi það. Það er lag sem við höfum samið alveg sjálfur. Það heitir Kötukvæði. Var reyndar samið áður. Ég hef kannski sungið það í sturtu eða rútubíl. En við fáum alltaf stefgjöldin af því. Engu að síður. Þá sjaldan það flutt í útvarpi vegna þess að við settum það í moll. Og þetta er líka dæmi góða nýtingu á hljóðfæraleikurum og róturum. Það var kvöld eitt á götu ég mætti, hún var að koma af enginum heim. Það var í ágúst af álinu slætti og nær í aldint á kvöldunum þeim. Hún var svo ung eins og angandi rósir, ég hafði aldrei séð hana fyrr. Angandi á hlut og lokkandi ljósir og augun leikruðu fölum og gitt. Lítið dokki en dokkaði, tók í köttu, augun djúb og blá, engu síðan burt á götu, nátt myrkrið þá. Lítið dokki en dokkaði, tók í köttu, augun djúb og blá, engu síðan burt á götu, nátt myrkrið þá. En þegar eldaði aftur og byrti, hjarta ákaðan kenndi ég sting og fyrir augum af angist mér sýkti. Hún var með einfaldan giftingarhring. Það var kvöld eitt að köttu ég mætti, hún var að koma af engjunum heim. Har ég á guttamálinu dætti og nær ég aldint á göttunum þeim. Lítið dokki und á götu, augun djúb og blá, engu síðan burt á götu, augun náttur grýta. Lítið dokki und á götu, augun djúb og blá, engu síðan burt á götu, augun náttur grýta. Lúrasveit. Gefum við Eiríki Steffensen gott klapp. 1, 2, 3, 4. Lítið dokki und á götu, augun djúb og blá, engu síðan burt á götu, augun náttur grýta. Lítið dokki und á götu, augun djúb og blá, engu síðan burt á götu, augun náttur grýta. Takk fyrir þetta. Næst ætlum við að flytja ykkur óskalag sem að Sigríður Ingvarsdóttir hefur beðið Það er úr leiksýningunni Saga þjóðar. Já. Og fjallar í stuttu máli er eiginlega svona útdráttur úr Njáls sögu í stuttu máli. En þetta er líka dæmi hvernig hægt er að nýta tónlist sem aðrir hafa samið. Og eru hættir að nota. Nú brennur Bergþórshvoll, nú blíkar loft af eldi. Bergþóra og Njáll liggja undir feldi. En hún vill ekki út, hún var gefin Njáli. Allt í björtu báli. Nár var þá Njáll, nár var Bergþóra, háll eins og áll, útsmög hárum ljóra.
Brunnin Grímur höggvinn Helgi og Héðinn ekki í lagi og glotti fire. Endar svo mál með allt í voli Bergþóru og Njál á Bergþórskvoli og svo var skrifuð bók þessa meðferð mála og það Njála, Njála, Njála. Takk fyrir. Við ætlum aðeins að nýta okkur þetta tækifæri og flytja eitt af þessum lögum sem við þýddum af því að við höfum ekki fengið tækifæri til að fara til útlanda svo lengi. Þetta reynda þýsk útgáfa af íslensku rímnalagi og sem svona dæmi það hvernig hægt að ganga í þjóðlega arfinn og við kunnum kannski ekki mikið af þýskum ljóðum sem pössuðu beinlínis en við fundum eitt í Sundi og það svona mynd í sturtuklefanum af manni, kannski konu í kvennaklefum, ég veit það ekki að þetta svona eiginlega kynlaus vera, hún með svona skýjuð svolítið yfir höfuðið og undir höndunum og víðar og þar lítið ljóð, ég held að það sé eftir Hæni frekar en Göti. Alle Gäste müssen sich mit Seife ohne Badeanzug waschen, ehe sie in das Schwimmbad gehen. Danke. Takk fyrir og að lokum ætlum við að flytja lag sem var nú reynda frá þeim tíma þegar við vorum í bullandi útrás og þegar fyrirtæki hét 100 í óskilum Group sem nú ekki lengur. Nú var þetta bara lítið sprotafyrirtæki. En þá vorum við með menn frá Íslandi, Lettland og Litáen sem spilaðu hinn og þessi hljóðfæri og þið sjáu nú kannski svona leifarnar af þessum hljóðfærum hér. Þeir fóru allir úr landi. Svo áttum við mikið tölvusett sem við urðum að selja þegar hrunið varð. En við kunnum hins vegar lög og okkur langaði ekki til að henda þeim, það var svona techno-lögin okkar. Þannig við ætlum að ljúka þessu með einu techno-lagi sem þá bara svona manual, handflutt. Good.